I am Egill Brunner, a filmmaker, storyteller and producer from Iceland. In 2003 I traveled to Turkey as a part of an international networking project. In 2011 I traveled to Libya, invited by Colonel Gaddafi as a part of the World Sufi Conference. Ég kom til Líbíu í febrúar 2011 með það í huga að fræðast meir Íslam og til þess að kynnast ókunnum menningarheimi í norðanverðri Afríku. Ég lenti í Istanbul 7. september með flugi frá Reykjavík og millilending á Schiphol flugvelli í Amsterdam. Just leave it like that. I'm recording a screen to maintain my video. Maður að nafni Marcello var í för með leigubílstjóranum sem tók á móti mér á Atatürk flugvelli og bauðst hann til þess að kynna fyrir mig borgina og næturlífið. Marcello gaf mér einnig vendagrip sem hann kvaðst myndi boða lukku og venda mig gegn öllum mættum. Sagði mér að ég skyldi henda gripnum í Bosporusfljót þegar ég kæmi aftur til Istanbul að ferðinni lokinni og myndi þá tilætlanir mínar og vonir skýrast betur fyrir mér. Vendagripurinn kallast illu augu og því haldið fram að ef maður ber hann á sér er maður varinn gegn illu augnaráði fólks sem felur í sér öfund og ilsku. 2 dögum eftir komuna til Tyrklands lagði ég af stað vestur á leið. Ljósaskilt á mínarættum bláumoskunar skinu í minningunni, merktar orðunum Insan fani wa kife beti, þú lifir ekki að eilífu. Áminning til íslamstrúarmanna að tilvistin sé í raun og veru ekkert meira en undirbúningur fyrir líf eftir dauða. Frá því að ég byrjaði að taka myndir hef ég haft áhuga á að segja sögur frá framandi stöðum í heiminum. Á árinu 2003 ferðaðist ég til Tyrklands vegna þess að mig langaði til þess að kynnast ókunnu landi í framandi heimsálfu og að ferðast til Anatólíu þar sem ég gefist kostur á að kynnast meginlandi Asíu. Upphaflega hafði ég lagt að ráðum að ferðast til Indlands eða Malasíu og einnig hafði ég heimsótt marga staði í Evrópu. En eftir að hafa fræðst að Tyrkland er land sem tilheyrir bæði Asíu og Evrópu og er meðlimur í Sameinuðu þjóðunum síðan 1945, valdi ég Tyrkland sem næsta áfangastað. Eins og sjá mátti af veggspjöldum hafði Gaddafi verið viðstaddur við fyrstu súparráðstefnuna 15 árum áður. Lítið var talað vaxandi óvinsældir hans meðal Líbíumanna, þrátt fyrir að honum hafði tekist að aflétta viðskiptabanni Bandaríkjamanna sem fylgdu á landinu eftir lokk í hryðjuverkaárásina. Þrátt fyrir að ég hafði vitneskju óvinsældir Gaddafis voru engin ummerki þess efnis sjáanlegt að fólk í Líbíu var í byltingaröð. Við hefum kannski eftir að fá að sjá hann, við erum að bíða með eftirvæntingu núna. Já, hvað er svona merkilegt við Gadda? Já, málið sko, ég bara veit ekki sérstaklega mikið hann, en bara hann heitir Gaddafi og hann hvað maður að segja, hann er sósíalískur, muslimi og byltingarforingi og byltingarforingi, já. Ég held að það sé rétt lýsingi á hann. Það er svona Gaddafi í honum. Fólk hérna er rosalega stolt á honum og hefur illa trú á honum, þannig að það lítur að vera eitthvað varið í hann fyrst að þetta svo er. Já, nú er sko að fleygja Múbarak og það er auðvitað daginn eftir að við förum og þá er auðvitað aksjón hér í Líbíu. Já, það er auðvitað 17. þá að vera mótmæli hérna. Það er rétt slettur, það er ekki komið gott, ég er fannst að vera. Atatürk
var lýðræðislega þekkjandi maður og eftir stríð var hann kosinn fyrsti forseti Tyrklands. Hann kallaði fram ýmsar þjóðfélagslegar breytingar tengjast stjórnmálum, lögum landsins og trúmálum sem kom mörgum Tyrkjum í opna skjöldu þar sem hann var heldur róttækur í gjörðum sínum. Hann lét sem dæmi breyta öllu letri í landinu úr arabísku letri í grískt-latínsk letur frá einum degi til annars. Í Tyrklandi ríkir frá fornu fari ákveðið umburðarlyndi gagnvart ólíkum trúarbrögðum og einnig hafa átt sér stað breytingar á iðkun íslamstrúar á seinustu áratugum sem snúa að lagalegum verkunum Kóransins. Lög strangtrúarmanna sem skylda konur til þess að ganga með blæju fyrir andliti og einnig lög sem refsa þeim sem uppfylla ekki trúarlegar skyldur sínar eru ekki lengur í gildi í Tyrklandi. Slík boð og bönn eru numin beint úr Kóraninum og eru bönnuð í landinu eftir að Tyrkir lögðu drög að nýju lagafrumvarpi við stofnun tyrkneska lýðveldisins. 69 milljónir manna búa í Tyrklandi og 67,3% eru á aldrinum 15 til 64 ára. Yfirgnæfandi meirihluti Tyrkja eru íslamstrúar eða 99% með minnihluta annarra þjóðabrota og trúflokka. Sanntrúaður íslamstrúar maður þarf eftir sem áður að biðja 5 sinnum á dag, gefa fátækum, stunda föstu í heilugum mánuði Ramadans og að ferðast til Mekka að minnstakosti einu sinni á lífsleiðinni. Tyrkland er eitt af fáum íslamstrúarlöndum sem leyfir hinum ósanntrúuða að heimsækja moskurnar. Í bláu moskunni í Istanbul þurfa ferðamenn að ganga inn norðurhlið og út suðurhliðið þar sem haldið er til á svæði ætluðu ferðafólki. Það kom á óvart að aðkomufólki er skylt að taka sér skófatnað áður en gengið er í moskuna. Samt leyfist fólki að vera með höfuðbúnað ólíkt þeim reglum sem ég var vanur úr samkomum kristinna á Íslandi. Konum sem ekki eru íslamstrúar er skylt að hylja hár sitt þar sem ýmsar reglur eru settar fyrir ferðamenn í virðingarskyni við trúariðkendur sem kom í Moskvun á sama tíma. Margar af þeim breytingum sem hafa átt sér stað í Tyrklandi á seinustu áratugum og árum hafa miðað að því að aðlaga Tyrkland vestrænum hefðum og gildum með það í huga að efla efnahag og velferðarkerfi landsins og að bæta samskipti við nágrannaþjóðir. Istanbul er stærsta borg Tyrklands með 14 milljónir íbúa sem ferðast daglega milli heimsálfa þar sem þeir lifa á báðum bökkum Bosphorusfljóts sem skiptir borginni landfræðilega með Evrópu á einni hliðinni og Asíu á hinni hliðinni. Margir íbúanna búa í suðurhluta borgarinnar sem tilheyrir Asíu og vinna í norðurhlutanum í Evrópu. Fólki notast við ferjur jafnt sem risastórar brýr við það að komast á milli borgarhluta. Bosphorusfljóts var upprunalega á, en þar sem skil voru dregin í burtu af hafstraumum eru nú farvegur sjávarpalla sem er mikilvægur fyrir frakt og olíuskip sem sigla milli Svartahafsins og Miðjarðarhafsins. Á árinu 1945 var Tyrkland meðlimur í NATO vegna hernaðarlegs mikilvægi landsins og meðlimur í Sameinuðu þjóðanna. Síðan 1987 hefur Tyrkland sótt fulla aðild að evrópska efnahagssvæðinu. Þeirri beiðni hefur verið slegið á frest þar til mælar þjóðfélagslegar breytingar hafa átt sér stað til að fullnægja reglugerðum Evrópubandalagsins.
Að sjálfsögðu urðu sumir að láta snyrta sig á líbískri rakarastofu. Snyrtimennska mjög mikilvæg þegar hefðir spámannsins annars vegar. Bera sumir múslimar skegg sérstaklega til þess að líkja spámanninum og til þess að vera honum þóknanlegir. Annan daginn í Trípoli hafði ég fengið nægilegar upplýsingar ráðstefnuna og framgang mála. Samkoma var heimsráðstefna Súfa sem líbíska ríkisstjórnin hafði fyrst haldið 15 árum áður til þess að miðla upplýsingum í súfískum fræðum og menningu. Þrátt fyrir að súfismi væri í mér ekkert nýyrði, vantaði mér samt aukinn skilning á þessari hefð múslima sem ég vitandi á orðin ansi vinsæl í vestræna heimi. Minningar grafreitus Antíóchus konungs sem ríkti yfir litlu konungsveldi sem leið undir lok fyrir áhrifum austur-rómverska ríkisins að finna á tindi Nemrúdfjalls. Steinkoðin sem að finna á fjallinu brotnuðu jarðskjálfta og eru líki náttúruguðana á konungsins. Miklir jarðskjálftar eru algengir í Tyrklandi og eiga sér stað reglulega á nokkra ára fresti og kosta mörg mannslíf. Nemrúdfjalli í Austur-Tyrklandi kynntist ég Öslem, konu frá Istanbul, sem ég ákvað að eiga samfylgd með á leiðinni til Kappadókía. Öslem var góður ferðarfélagi, en degi síðar skildi hún við mig Árna morguns, þar sem ég var enn í fasta svefni á farfuglaheimili í litlu þorpi nefnir Sköruneyja. Þegar ég kom tilbaka til Istanbul hafði ég samband við hana og við ákváðum að hittast. Öslem sagði mér margar skemmtilegar sögur landið sitt sem hjálpuðu mér að skilja betur marga af þeim óskiljanlegu hlutum sem ég hafi séð og upplifað. Í Kappadókía gefst ferðafólki færi á að ferðast í loftbelg og sjá stórbrotið landslag hinna svokölluðu álfatinda sem úr basalti og hvítum óbergi sem hefur fengið á sig skemmtilegt form vegna veðrum vinda.
Trjáhúsaþorpið í Olympos var reist af manni er nefnist herra Kadíris, sem ákvað að byggja þorpið eftir að hafa boðið ferðamönnum húsaskjól í litlu trjáhúsi sem hann hafði reist sjálfur sér og fjölskyldu sinni. Við varðeldina kvöldi dags gafst mér tækifæri á að kynnast öðru ferðafólki, auk þeirra Tyrkja sem halda til í trjáhúsunum. Í trjáhúsum herra Kadíris kynntist ég ferðamönnum sem leggja leið sinni þorpið á leið sinni til Asíu og Miðausturlanda og einnig til Kaíró í Egyptalandi. Flestir súfar sem ég kynntist á ráðstefnunni voru vinalegir og voru tveir frá Bangladesh sérstaklega hjálpsamir þar sem þeir lögðu áherslu á að kenna nýju múslíma vendaþul úr Kóranunum. Síðdegis á þriðja degi ráðstefnunnar fóru svo atburðir að gerast sem varð upphafið að þeirri gleði sem ég hefði vonast eftir að myndi eiga sér stað á ráðstefnunni þegar ég heyrði fyrstu súfar syngja. Lífsstefna súfa miðar öll að því að meðtaka Allah sem einn sannan Guð sem undirstöðuatriði í því að upplifa sköpunarverkið og alheiminn. Úr þessari lífsstefnu hafa svo þróast andleg fræði, heimspeki og sálfræði súfa og lækningar og grasafræði sem mjög vinsæl á Vesturlöndum. Þannig trúa súfar að maðurinn hljóti óendanlega mikla blessun með því að vilja þóknast Guði sinni. Eftir að hafa eitt síðdegi með Özlem á kaffihúsi í Galata-hverfi í Istanbul var mér hugsað til þessa atburðar þegar við hittumst á Nemrúdfjalli. Hafði ég verið hálf óttaslegin þann tíma sem ég beið eftir henni við Galatabrú, þar sem ég óttaðist afleiðingar þess að eiga samskiptum við strangtrúaða íslamstrúarkonu. Faðir Özlem er altyrkneskur, en móðir hennar er upprunalega frá Búlgaríu. Þjóðarbrot eru mörg í Tyrklandi og kemst fólk almennt vel að hvort við annað. Özlem útskýrði fyrir mér að þegar ég hitti hann á fjallinu huldi hún ekki andlit sitt af trúarástæðum, heldur vegna kulda á fjallinu. Túlkanir á skrifum Kóransins og hefðir eru oft mismunandi eftir löndum. Margir eru þeirra skoðunar að þessi þróun hafi átt sér stað þar sem Tyrkland er að mörgu leyti landamæraland milli Evrópu og vestrænna gilda og Austurlanda og austræna strauma og áhrifa. Þegar Özlem skildi við mig morguninn í Görene fann hún til óöryggis vegna þess að við þekktumst lítið. Samt sem áður hafði hún vonast til að ég myndi hafa samband við hana þegar ég kæmi aftur til Istanbul. Özlem bauð mig svo í heimsókn þar sem hún býr í Ortakói á evrópsku hliðinni, þar sem ég var kynntur fyrir Tommy, vinkonu hennar frá Japan og þar sem ég lærði nokkur orð í tyrknesku og japönsku. Nafn hennar Özlem þýðir á tyrknesku í raun og veru þrá og þrá er Özlem ekkert heitara en einhvern daginn getur hún og landar hennar horft stoltir fram á veginn og að einhvern daginn muni hún geta ferðast rétt eins og ég til ókunnra landa í framandi heimsálfu.
Ég komst að þeirri niðurstöðu að ferðinni lokinni að ég hafði kynnst menningu tveggja ólíkra heima, á skilum Evrópu og Asíu, auk konu sem huldi andlit sitt, sem hafði vakið æ fleiri spurningar og tilfinningar þar því ég hafði hitt hana aftur. Hinn raunverulegi heimur sem var til úr ævintýra frá var að veruleika og síðar meir að ólýsanlegri lífsreynslu. Oft kynnist fólk á ferðalagi sem á ýmislegt sameiginlegt, en á ferðalögum tíminn oft naumur og ekki tekst manni alltaf að stofna til varanlegs vinskapar. Samt sem áður héldum við öllum vinskap löngu eftir að ég hafði snúið heim til Íslands.